Það eru fleiri mál sem við ætlum að ræða hér. Eitt af því auðvitað byrlunarmálið sem hefur skekið Íslands samfélag og við höfum fjallað rækilega hér á þessum vettvangi. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hyggst núna taka málið fyrir. En það ekki allir á eitt sáttir við þá ákvörðun Vilhjálms Árnasonar formannsnefndarinnar að fara í þá vegferð. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, sendi frá sér harðorða yfirlýsingu í vikunni og sagði að þingið ætti ekki að rannsaka Ríkisútvarpið og þá blaðamenn sem að tengjast þessu ótrúlega máli, heldur ætti þau að rannsaka lögregluna og störf lögreglunar í tengslum við rannsókn á þessu sama máli. Yfirlýsing formanns Blaðamannafélagsins með hreinum ólíkindum, leyfi ég mér að segja, en þó ekki jafn miklum ólíkindum og þeim að formaður Blaðamannafélagsins neitar að mæta hér til viðtals til þess að ræða þessa yfirlýsingu og það hvernig þetta mál blasir við henni. Við hvetjum formanninn hugum prúða til þess að snúa að þeirri leið og hvetjum hann til að mæta hér að viku liðinni til þess að ræða efnisatriði málsins. Það henni ekki nein fyrirstaða, trúi ég. En það eru fleiri sem hafa lagt orð í belg um þetta mál og telja að stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin sé á villigötum, að hún megi hreinlega ekki rannsaka blaðamenn, fjölmiðla eða Ríkisútvarpið sem nú nefndar opinber stofnun. Sigmar Guðmundsson skrifaði mergjaða grein á Vísi þar sem hann tók til varna fyrir sinn gamla vinnustað og Sigmundur Ernir Rúnarsson sem þar starfaði reyndar árum áður líka, hann lýsti því yfir að hann væri mjög ósáttur við það hvernig stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin hygðist ganga fram. Ég bað þessa öflugu fyrrum fjölmiðlamenn og kollega að koma hingað og ræða þetta vegna þess að við viljum auðvitað fá efnislega umræðu málið en þeir báðust undan viðtali. Maður velti fyrir sér hvaða málstað menn hafa verja þegar þeir treysta sér ekki til þess að eiga orðastað við fjölmiðla mál sem þetta. Við eigum erfitt með að meta það, fyrst að þeir kom ekki en kannski snýst þeim hugur eins og formanni Blaðamannafélagsins dag 1.